Sölumaður deyr fjallar Willy Loman og fjölskyldu hans. Hann sölumaður og hann orðinn roskinn. Hann hefur verið að selja fyrir sama fyrirtækið í 35 ár. Linda eiginkona Willy Lomans sem sölumaðurinn sem mun deyja. Biff Loman sem sá sem ég leik í þessu verki og sonur Willy Lomans sem sölumaðurinn. Hann svona kannski hann kannski svona næst í að vera svona fulltrúi áhorfenda í verkinu af því að hann sá sem að setja mestu spurningamerkin bak við heimspeki föður síns. Karakterinn minn, Bernard, vinur hans Biff, nágranni, skólabróðir og sonur Charlies sem leikinn af Þorsteini Bach. Ég leik Charlie í Sölumaður deyr og Charlie vinur Loman hjónanna, vinur Willys og nágranni. Og þetta maður sem að mörgu leyti á svipuðum stað og Willy og verður þess vegna dálítið svona, það auðvelt að bera það saman. Sölumaður deyr fjallar í raun og veru bara tragedíu, hins venjulega manns. Og það það sem svo ótrúlega sjarmerandi. Að sjá hvernig einasta karakter í verkinu vera að berjast við sjálfið sitt og reyna að nálgast frelsi og upplifa frelsi og leiðin að frelsinu verður einhvern veginn alltaf þannig að þykjast vera einhver annar heldur en maður Þetta líka saga fordóma og saga fordóma gagnvart sjálfum sér. Finnast ekki nógu smart að vera góður smiður, vilja frekar vera lélegur sölumaður. Verk eins og Sölumaður deyr svo mannlegt verk að ég held að það rími við alla tíma. Það skrifað rétt eftir seinna stríð og við manneskjurnar höfum ekkert breyst í grunninn. Þetta orðið rúmlega 70 ára gamalt verk og alltaf tekið til sýninga í öllum stærstu leikhúsum í veröldinni, alltaf með reglulegu millibili. Þannig að í því eilífur boðskapur sem á alltaf við.